Það komið sæl, það komið sunnudagur og þá koma sýnir Egils, jafnt í dag sem aðra sunnudaga. Við erum hérna í seinni hluta marathons samstöðarinnar. En við ætlum ekki að tala um það núna, en samt hérna í fyrir hluta af Sonum Egils, þá erum við hér áhöfnin á samstöðinni. En í seinni hlutanum koma til okkar 3 gestir. Það Bryndís Harðarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, Mörður Árnason sem var einu sinni þingmaður fyrir Samfylkinguna og Steingerður Steinarsdóttir sem ritstjóri Lifðu núna. Allt gott fólk og eflaust skemmtileg umræða framönda þar, en ég býð ykkur allir velkomin. Fólk þekkir ykkur, þannig ég ætla ekki að sé ykkur áður hérna sjálfum. Manst ekki nöfnin? Jú. Ég skal að það pröfa. Marja Lilja, Oddný, Björn og... Nei, hvað heitir þú aftur? Ég segi þetta að ég var þess að mjög langa ritgerð á Facebook frá manni sem var að tala samstöðuna og var að dásama alla stjórnendur og meðal annars þig sem myndir aldrei eftirnöfnir á fólki. Nei, myndir aldrei eftirnöfnir á fólki, sagði þessi maður. Og það var alls ekki illa meint, og fannst það eins og þetta sérmyrandi, þetta væri casual og vindalt. Já, ég held ekki, ég gerir þetta viljandi, Einnig til að heilla svona hópur svona manna. Og setur á svið mistök til þess að við tengjum í því sem mannlega. Nei, þetta bara svona tungarstækkar með aldrinum. Herði, en við ætlum að ræða eitthvað, við reyndar misvel sofin, það búið að vera vaktir bara í alla nótt og tókst vel að mér skilst ekki. Jú, þetta var stórskemmtilegt. Það allavega tókst að láta ekki koma sem sagt, munið þegar var þögn í Ríkisútvarpinu, það var alveg ótrúlegt moment. Ég held að ekki komið svona gat í dagskráin okkar nema þá bara nokkra sekúndur. Var það ekki bara þegar voru, já, það var bara auglýsingar en það var ekkert gat. Ef Facebook einhvern mælikvarði þá þetta hafi gengið furðu vel hjá okkur, þá það búið að ansi líflegt. Ég held að við sem hérna erum og svo tæknifólki okkar að þetta bara, við erum bara öll reynt fólk og við kunnum bara að bjarga okkur. Ég held að þetta hafi verið þannig. Ég held að kostur að verða konir 30 tímar. Það að vera konir. Það verður konum 30 tímar. Ég held að það sé allt hörku efni, Það ekki lesið úr búnablaðinu Frey. Nei, Ólafur Harðarsson á leiðinni hérna út á hann greip mig og hann fór að ræða hvað honum að fundist margt efnið gott. Hann byrjaði að skilja upp ansið mikið, þannig að hann hefur lítið verið að gera hann horfa á samstöðuna. Hann hefur bara setið við. Hann var að tala við okkur hérna líka. Svo var þetta viðtal og þetta viðtal. Hann hafði nú sem kannski hlutað fréttum helgarinnar því miður að þá hefur sósíalistaflokkurinn verið í fréttum á meðan við staðið í þessari söfnun sem að ég veit ekki hvað þeim gengur til þegar við erum að reyna að sækja til almennings biðjum traust til þess að fá að halda áfram hérna samstöðinni þá ríkur upp einhver ásakanir ég bara veit ekki hvað ekki. En Óli var að tala viðtalið sem þú tókst við Sönnu sem ég því miður hef ekki náð að horfa á. Þú haft að vera hnöfn og neppa. Já, ég var bara að gera eitthvað allt annað. Ég hef marga að tala þetta viðtal, það hafi verið virkilega gott. Þú hafði nú ekki hlýft henni. Ég hlýfði henni þetta ekki neitt og var með fyrirvara að ég hefði ákveðna hagsmuna að gæta. En svo bara saumaði ég töluvert aðeins og mjög koma mjög sterk frá þessu viðtali, ég get alveg tekið undir það og ég benti á í þessu viðtali með einhverju spurningu að minnsta kosti að sumpart væri bara auðveldara fyrir hann að segja ekki það sem hún sagði í gærkvöldi í þessu viðtali. Þannig að þegar hún bakkar til dæmis til málflutning 100% upp, þá það bara mjög trúverðugt að mínum að til. Ég var bara að segja það. Af því hún hefur margar aðra leiðir. Já. En við ætlum eiginlega ekki að tala sjálf okkur svo mikið í... Nei, við vorum að tala Sönnu, Magdalenu og Sósíalistaflokkinn. Já. Við erum samstöðin, Já. Ég heyrði. En... Jú, við getum haldið áfram með viljið, Nei, það getur verið að tala meira hvað þetta var gekk vel hjá okkur, þetta var bara gaman. Nei. Við erum ekki búin að rósa okkur sjálfum. Eins og má benda á það því að þótt að við erum að gera þetta og auðvitað við erum ekki með tæknibúnað á við RÚV eða Stöð 2 og til dæmis þetta viðtal að það ekki fyrir að útsendingunni líkur hvenær svo sem það verður kannski bara 6 í dag eða eitthvað, ég veit ekki hvað við förum langt
að þá fyrst verður hægt að sko setja á YouTube og dreifa sko einstökum viðtölum. Já, það er búið að spyrja mér svolítið þetta. Það er þá rosalega vinna framöndan hjá tæknifólkinu okkar. Það er starfsdagur á morgun, við erum að klippa þetta saman. Heyrðu, það er eitt sem að fólk hefur verið að spyrja mig og það er hversu vel hefur okkur tekist til að safna áskrifendum? Það er annað sko, af því að við erum ekki, það er engin bókari sem vinnur það er engin framkvæmdastjóri, engin fjármálastjóri, engin mannustjóri, það veit ekki til því. Já, við erum að ráða mannustjóri. Sko þá kemur þetta inn á svo, þetta er bæði fólk sem skráð svo kort og svo eru þeir sem texti ekki skráð svo kort og ég sendi e-mail á það fólk og næ því svo aftur tilbaka. En síðan hafa komið svo mikið af tilkynningu frá þeim sem eru áskrifendur og byrjum að tvöfalda og það gerist bara inn í einhverju skjali þannig að ég eiginlega get ekki svarað þessu en þetta er alveg bönns það bara gengið bara mjög vel frábært. En ekki það eru margir, nokkrir allavega búin að hafa samband við mig og segja við séum ekki nógu duglega að minna á hvernig eiginlega ég gerast áskrift, við erum alltaf að tala um að fara hann inn á samstöðin.is og íta takkasmyndir áskrift en það vefst kannski fyrir einhverjum, jáfnvel höfum við ekki sagt það nógu oft eða það vefst fyrir fólki, það ferli allt kannski. Það á að vera svona nokkuð skýrt og ef að fólk klikkar af einhverjum ástæðum, þú ferð þannig inn með einhverju svona Google skráningu. Ef það klikkar að þá hef ég svona leið til þess að finna sporin og sendi ég e-mail á fólkið. Ef að það klikkar hins vegar þá getur fólk bara að senda á samstöðin.is og senda bara kennitölu og nafn og upphæðina sem við viljum borga. En þetta hefðum bara átt að koma fram mjög snemma í ferlinu. Samstöðin hjá samstöðin.is. Það er sama á við til þess eldri áskrifendur, þess að mér ekki alveg ljóst hvernig ætti ég að hækka áskriftinu mína. Það sem að fólk er að gera er að borga 2750 og segja ég vil tvöfalda það og fer upp í 550 og svo eru, ég held að það er 3 sem að borga 550 og að hækka upp í 11.000. Að þá er best að senda það bara á samstöðin.is. Og líka ef fólk vil auglýsa og ég bara svo harstnandi að fara að þylja eitthvað upp gjaldskrá og eitthvað svona þannig að ég bara get sett að hræjódýrt að auglýsa þetta og það virkar mjög vel. Svo var einhver en fólk getur bara að senda á samstöðin.is og þá bara finnum við út úr þessu með auglýsingar. Svo var einhver konuleika sem hafði samband mig í einkaskilabúðum og spurði sko er maður þá kaupir maður 2 áskriftir ef maður vill tvöfalda mánaðargreiðsluna. Nei, það er hægt að haka við sem sagt. Það kostur þau vart í þessum ferli þá eru nokkrar ólíkar tölur. Það er valkostur að borga þessu grunnáskriftina 750, tvöfalda eða fjórfalda. En svo er það líka, en það má líka nefna það þetta er dagskráin opin öllum og svoleiðis fyrir það sem að efna á því og svoleiðis þannig að það er ekkit, ef þú hakar við tvennt þá fær það hlusta meira. Svo líka fólk sem er bara lagt beint inn. Það er þarna í fréttinni marathonið sem er inn á samstöðum.is. Það er reikningsnúmer og það er slatta fólki sem gert það sem að segja bara ég vil ekki að borga eins og í mánuði og lagt inn bara góðar upphæðir til okkur. Okay. En sko ekkert lengur fyrir fólki sko þetta að þú er að haka við hvort þú vilji gerast hluthafi í alþýðufélagi. Það er ekki hluthafi, það er bara félagi. Félagi í alþýðufélaginu. Það eru svona 3/4 sem að vilja vera hluti af alþýðufélaginu og það er náttúrulega skemmtilegra því samstöðin er í eigu alþýðufélagsins og með því að vera félagi þar þá ertu bara áttu samstöðina í félagi með öðrum félagðinum í alþýðufélaginu. En sumir, ég veit það bara, er með einhverju félagsfæðin, vil ekki vera einhverju félagi, einhverju vísin og einhverju fundabóð og eitthvað svona. En þá afhakaður þetta og þá eru þeir ekki félagar, þá fara peningandi bara beint inn í samstöðu. En nú er sko aðalfundur vorstjörnurnar á morgun, ekki satt? Og það kom fram í þessu viðtali mínu við Sönnu að hún hvetur fólk sem styður samstöðina og stendur með samstöðinni bara til að skrá sig í félagið og mæta á hana fund. Já, ef að þeir óvildar menn samstöðarinnar ná vorstjörninni sem að leigir þetta húsnæði hér og miða við bara andrúmið sem er frá þessu fólki. Tók á okkur rennandi vatni og lokuðu. Þannig að við erum búin að vera rétt áður við byrjuðum með marathonið. Þannig að við erum búin að vera að gera þetta allt saman á svona einu klósetti og ef ekki væri fyrir Maríu Pétursdóttur sem að smíða þetta borð og hún kom og reddaði vaskinum. Fórstu ekki og keypti vaskina? Ég keypti vask. María og svo tók ég tók til hendinni. Þetta er bara, svona er þetta bara. Svona er að vera í samfélagi. Þannig að ef að þetta fólk er svo settir nær vorstjórninni og er með húsaleigusamninginn þá er okkur náttúrulega ekki verðina.
það bara þannig og það Þá dýrt. fyrir við bara eitthvað annað. Það rosalega dýrt sko. En í byggja stúdíu og flytja það. En í bili má þá bara taka undir óskir sunnum að hvetja fólk til þess að ganga í óskir sunnum og mæta á Já, ég held að það sé mjög mikilvægt og þeir hafa líka fundurinn á morgun Fólk sem er að hlusta á samstöðuna verður bara eiginlega að gera það. Það verður að hjálpa samstöðunni yfir hennan hjalla. Þannig að þetta eru 2 skref. Og líka styðja Sönnu bara í því að ég meina vorstjarnar er að mörguleiti sko sanna. Að því hún hefur lagt peninga að inn af eigin launum og þetta er byggt upp af svona hugsjón að styðja hagsmunabaráttu bara fátæks fólks. Ekki til þess að styðja þessa nýju fórust í sólstaflunum. Ég held að Sanna við engan að það því sko. Þannig að þetta bara styðja Sönnu í því að vorstjarnar fá bara að lifa áfram eins og hún var hugsuð. Bara til þess að við séum með IMBA-proof leiðbendingar þá fyrir fólk sem að þykir vænt samstöðun og er búið að vera að fylgjast með okkur alla helgina og vill hafa okkur í loftinu sem lengst. Það er að fara inn á vefslóðuna vorstjarnan.is skrá sig þar til leiks, það kostar ekki neitt og klukkan 4:30 á mánudaginn. Ég þori ekki að fara með það, ég mann það ekki, 5:30. Klukkan 17:30 á mánudaginn hefst á þessi aðalfundur. Hvar? Hér. Hér. Er það ekki? Það er auglýst. En líka til að maður skýra, þetta er alltaf svolítið flókið, þetta hvort þú vilji styrkja samstöðuna, svo hvort þú vilji vera hluti af alþýðufélaginu og svo hvort þú vilji styrkja vorstjörnuna. Þetta er doldið kannski mikið. Já, má ég bara segja að þá er sko vorstjarnan er þetta, þá er það eiginlega svona rýmið okkar, sko, þetta físiska rými og það er svona eins og það er þetta hérna sem að regnhlífin. Já, regnhlífin og síðan er það alþýðufélagið sem er þá svona rekstraraðili samstöðvarinnar og fólk getur valið hvort það vill vera hluti af því félagskap eða bara styrkja beint samstöðun en með því að vera hluti af alþýðufélaginu þá eru menn sko að styrkja samstöðuna þannig að menn geta bara styrkt samstöðuna með því að styrkja samstöðuna beint eða það kemur á samastað niður. Það skiptir líka máli, það kostar ekkert að skrá sig inn í vorstjörnuna og hérna greiða atkvæði á morgun. Það kostar ekki neitt. Já, ef fólk vil kynna sér, það er vorstjarnan.is, það er bara ágætlega sagt frá félaginu. Ef fólk vil kynna sér alþýðufélagið, þá er það samstöðun.is stöðina, það er bara ágætlega kynna. En þetta er aðgengilegt allt saman. En þess að það gæti verið að það þyrfti að íta okkur upp úr skafli á morgun með því að mæta á aðalfund vorstjörnunar og leggja okkur lið. Er það ekki málið? Hvern langar ekki til að mæta á einn aðalfund? Já, segðu talan ekki með rifist, sko. Það er aðalfundunir. Það eru aðalfundunir. Ég segðu. Herðu, en hérna það er ótrúlega lífsáski sem endur tekið stæðjar að þessari stöð, þessum vinnustöð okkar. Það er veltingur. En það eru hérna ekki bara það, en það er alltaf svona leiðinda tótt frá mokkanum En hefur ekki líka þetta að segja þakka öllum þeim sem eru búin að vera eiginlega eru bara núna helgina búin að vera að styrkja, eru að renna stóðum undir og eiginlega gestirnir sem hafa komið hingað miðja nætur það fólk komið hérna með bakkelsi það var skúffukaka og ótrúlega góðir svona hafraklattar smakuðu þá kleinur og skúffukökur Kolbrún Valversdóttir búin að vera að hella upp á kaffi og stökkvinn í viðtöl og vera hérna og voru mjög skemmtilegt hérna frammi samhugur og jákvæðni það er límið frammi er Kolbrún Valversdóttir og með að við svona leiðindi sem hrein og fínu leiðindi sem hafa verið frá sólstaflokknum að þau hafa ekkert verið hérna frammi Nei, ég er ekki búin að fylgjast með þeim Rúf kom í heimsókn í fyrsta skipti sagði frá því að vera búin að opna sjónvarpstöð þeir eru búin að fatta það við vorum með beinni útsendingu í gærkvöld það var mjög gaman ég hef einmitt heyrt í fólki sem að vissi ekki að samstöðin var til og veit það núna af því að það var að horfa á fréttir úr þannig að kynningarstarf það má kannski hugsa sem svo að þótt mjög margir þekki samstöðina og notana þá eru það sennilega fleiri sem eiga eftir uppgötana við erum aldrei á neitt pening í marka við heyrum það nú öll bara við erum einhver stað Svo veit sem ég eftir að segja ykkur að því að sumriti var þetta bara tilraun að vera með svona útsettingu allan sólarhringinn og hún hefur bara virkað vel þannig að planið er eiginlega að halda því áfram því að hvað er þetta málþóf að þá hafa fleiri verið málþóf en við hafið þið fylgst með málþófun á Alþingi? Ekki helgina ekki síðan við fórum í marathoni það málþóf að ég helgina það er ekki allir seginn helg við vinnum á sunnudum það er nú ekki samt að kvarti við því svo Karl Gauti Hjaltason gerði hann átt svo bótt að hann þurfti að vinna inn í sunnundi blessaði kallinn ég tók eftir að það voru
endalaust þingli á föstudagskvöldinu. Þannig að þá var eitthvað að gerast. Eitthvað komin einhver niðurstaða? Það þingfundur aftur sko, á morgun klukkan 10. Ég búin að reyna mikið að fá, ég sá fyrir mér að fá þingflokksformenn, sko, hverjir myndu svara mér og svona, sko. En einu svörin sem ég fæ þaðan sko, við meðum ekki segja múkk, sko. Við höfum ekki komið neinn viðtöl því ef við segjum eitthvað sem að öðrum mislíkar þá geta allt fuðrað upp. En það með sjálfstæðismenni að þeir eru einu sem sendu þingmann, kemur hérna eftir, Bryndís Haraldsdóttir sem verið virkur þáttakandi í málþófinu og varaforsetum þingsins og mjög áberandi í þessar umræðu allri, þannig að hún kemur. Ég held að það sé skoðanakönnun maskínu hafi dregið svona tjaldið frá og bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vilja enda þetta bara svo fyrst. Bara losna út úr þessu. Út úr þessu málþófi? Já. Þetta bara eiginlega flokkana. Fólki farið að langi sumafrí og svona. Nei, þetta bara eiginlega flokkana. Þannig að við mistegist að auka fylgi sitt. Já, og bara miðflokkurinn ríkur upp og Sjálfstæðisflokkurinn fyrir niður munar bara 5% stigum Viljum við ekki bara halda þessu áfram svolítið? Það er bókun 35. Hverfur bara? Sko, miðflokkurinn var einn á móti bókun 35 og hann að njóta þessi á þessum hörðustu hægri. Ég held að hann hefur náttúrulega verið leiðandi í þessu málþófi. Já, Bergþór Ólason er fóringi í stjórnarandstæðinni. Það er ekki gott ástand fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ekki heldur fyrir Framsóknarflokkinn. Ég held að það hafi gerst núna þegar könnunin birtist að þess vegna var allt í einu komið bara fundarhlé vegna þess að allt í einu komið vilji í 2 af 3 stjórnarflokkunum að hætta þessu. Stjórnarandstæðinflokkunum. Og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sagði bara, við bara þolum ekki 2 daga í viðbót, sko, við erum að stoppa þetta. En sumir þingmanna minnihlutans munu koma heim með skottið á milli lappana ef þeir ná ekki að hrekja veiðigjaldafrumvarpið út af kortinu og það verða þung spor við heimkomu hjá sumum þingmannum Sjálfstæðisflokks. Sérstaklega sem hafa ræturnar inn í borgartún 35 sko. En það þessi virði að flokkurinn komin niður í 17%? Það þessi virði að vera í málþófi núna fram í ágúst og fara með flokkin niður í 12%? Hvað það þessi virði að tapa sko milljónum og milljónum aftur á mokkonum að því að hann á að vera að halda upp í vörnum þau förum ekki inn í Evrusambandið. Já, en Sjálfstæðisflokkurinn sjálfstæð kennitala. Já, nei, þetta sama fólki sko. Hvernig hugsar það? Já, ég veit ekki. Við skildum ekki vanmeta gildi upplýsingavaldsins og ég held að þetta sé bara smarti sem eru að tapa á mokkanum með að við hagsmunina sem þeir eru að verja sko. Já, ég held að tapa mokkan sé bara þetta eru bara stóra samhenginu ég held að bara hvað þeim hefur tekist að verja kerfi sem allir eru meir og minna brjálaðir út í meðal annars með því að beita málgagninu Morgunblaðinu eins og þeir hafa gert. Það heldur ekki eiginlega möguleiki fyrir ríkisstjórnina að enda þetta þing á þess að veiðigjaldi fari í gegn. Já, þau eru búin að tala bara bæði Þorgerður og Kristur tala þannig. Það bara trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar er bara, hann er undir núna. Þá kemur, þá er hótunin að það sé nota þetta sem með þetta astanlega orð þannig að kjarnorkuspringja, það sem verður bara slökkt á málþófinu, sem ég held að yrði vinsæl ákvörðun og ég held að yrði þar með yrði bara nýjar leikreglur í þinginu, bara svipað og þegar Ólafur Ragnar notar málskottsréttinn, þá er bara komin ný regla og allir verða glaðir við það, bara leið og þetta gert og allir glaðir við það. Og þá er það spurningin sko hvort að Sjálfstæðisflokkur hugsa eitthvað svona til þess að forðast það, þannig að við töpum og það er vinsælt að við töpum, ættum við að semja eitthvað en ég bara veit ekki alveg hvað það geta semjað sko. Ef þetta er rétt af ykkur að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara stjórnmálaarmur LÍU, það getur ekki semjað neitt. Stór hlutans. Það er náttúrulega bæði formaður og varaformaðurinn eru það. Sko. En LÍU var að klofna, Guðmundur í Brim. Jú, svo er það, maður veit ekki alveg hvað er að gerast þar sko. Mér finnst það vantið en þá skýringar innanfrá. Já, ég hitt hann sko eftir að hann var kjörinn formaður og ég segi hvað okkur kusir því þú væri óvinsælasti maðurinn. Já, en það kusir mér, ég ætla bara að vera hann í 2 ára eitthvað sko. En svo var það bara 2 mánuðir eitthvað sko. Svo heyrði ég þá í morgun eftir morgunsjónvarpið mitt, þá voru þeir ég var að þingmaður flokksfólksins, hvað heitir hann? Einar? Nei, sem er með þætti á, ég bara, þú veist, ég er svo þreyttur, ég man ekki neitt, sjávarútspjallið, Gretar Mar, Jón Baldvin
og þriði maður, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í Ólafsson, alveg rétt, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í sín. Hafið þið eitthvað heyrt af því? Já. Hún komin í stjórnina, Heiðrún Lind, Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Já, vitum við að Samherji að auka hlut sinn í sín? Já. Liggur það fyrir það? Já, í gegnum Skel og þeir eru orðnir, eru þeir ekki með... Skel, það ekki Jón Ásgeir og félag? Jú, en það eru einhverjir, ég held að þeir hafi verið að auka hlut sinni í Skel. Mér minnir þetta hafi verið eitthvað svoleiðis flétta, en ég hef séð þetta með að þeir sé að auka hlut sinni í... Ég hef leyft mér að segja þessum málþófi á nokkrum stöðum núna, síðan við fórum í lofti klukkan 7 á laugardagsmorgun, að sú sviðsmynd sé vel möguleg að hér á Íslandi innan skamms verði engir aðri fjölmiðlar, heldur en Ríkisútvarpið og 1 eða 2 stórútgerðar fjölmiðlar sem að gangi náttúrulega ákveðina erinda. Og samstöðu. Já, við erum að reyna að vera hérna. Það ekki að sjá Samherja inn í stærstu hlutunum. Þetta fyrirtæki sem hann á þarna, hvað heitir hann sem varður ríkur á Kreditinfo. Já. Hann með stóra hluti og svo það Skel sem Jón Ásgeir og félagar. Okay. En svo þetta lífeyrissjóðir, Gildi og... Þeir eru kannski að styðast með einhvern orðróm eða eitthvað. Svo þeir náttúrulega í þessu, þá oft bankarnir notaðir einhver sjóður á vegu bankana sem á allt í einu 10% tíður og 5% þar og þannig að getur verið eitthvað svoleiðis Ég veit ekki hver það sem að vill fá framkvæmdastjóra SFS inn í stjórnina, það lítur að vera eitthvað hluta við. Já, væntanlega. Sem að gerir við rítstöðinni alveg ómögulegt það þurfa alltaf að geta þessi þegar það fjalla sjávarútveg þess að geta að framkvæmdastjóri SFS er stjórnarmaður í sín þau hafa nú sagt að eitthvað í fréttum á það nei maður eins og við þurftum að gera áðan þegar Árni Eir talaði við pappa sinn sem hún reyndi að tók fram að vera pappi en hann situr í stjórn Alþýðufélagsins Já, hefði ég átt að geta þess. Nei, alls ekki. Þetta ekki svona fjárhagslegir hagsmunir, það öðruvísi. Nei. Það ekki? Jú. Sagður svona, hæ pappi minn. Sagði einu sem pappi. Já, ég sagði til lokin, hann búinn að vera bakvakt, alla helgina, eins og þegar ég var þáttakandi að skipuleggja maraþon í Norræna húsinu. Þá var hann á bakvakt ef það myndi verða þögn þá ætluðum við að stökkva inn og það var míti orgel og ætluðum við að syngja nokkra sálma með svona rammagsorgeli en svo sem betur fer kom bara ekki til þess að við þurftum að fara í þann sálmasöng en hann hins vegar söng Tom Jones lög og það var allir bara með bæði náttúrulega mjög margir með og ég fekk aðeins þennan feeling í nótt og í dag hvað eru bara það þetta hana svolítið ég meina því þeir að tala með svolítið leiðilegt að við skulum þá enda umræðina á Samherja Samherja skildi það er dæmi gert að svoleiðis fyrirtæki skuli hafa eignað sér einhvern veginn þetta fallega orð Samherji og þeir keyptu fyrirtæki sem hét Samherji þeir fundu ekki upp nafnið Nei, en bara þetta þeir náttúrulega græða á því að þannig þegar þeir keyptu Guðstein tóran í Hafnarfirði þá hét útgerðar fyrirtæki hann Samherji þannig að þeir hafa bara notað það nafn En hvað hefðu við gert ef að Samherji hefði bara skellt þarna inn á þessu kennitölu sem hún sagðir alveg ofboðslegum styrkin og samstöðina og þá væri þetta kannski myndi heita síðan Samherjastöðin Við getum sagt nei takk það er bara ekki komið til þess að ykkur hafi verið að vissa fyrir í okkur en ef það kæmi eitthvað svoleiðis þá myndum við bara segja nei takk Það hefur komið fram að því að ég veit ekki hvað ég megi nefna Sjálfstæðisflokkinn að það hefur komið fram hjá núverandi forystu að þau séu svona íhuga að halda áfram að styrkja samstöðuna með ströngum skilyrðum og það segir bara samstöð bara nei takk. Herri, má ég aðeins halda áfram með þarna að ég svo leiðinlegur, ég svo að því fréttunum Það núna búið að boða hluthafafund Íslandsbanka og þar á að ræða bónusgreiðslur til stjórnenda og þetta að gera áður en þeir sem keyptu hluti í Íslandsbanka hafa áhrif á sem hlutafar. Þannig að þeir eru að hlaupa fyrir horn með þetta. Síðustu stundu. Að það er halda hlutafund til að geta komið góðu bónusgreiðslum til stjórnendabankans. Svo búin að því. Heldur að, hvað var þetta mikið? 42% sem var selt. Ríkið, bara fjármálaráðherra fer með þau atkvæði í dag. Heldur hann sé líklegri til að samþykkja bónusgreiðslurnar heldur en fólki sem... Ég ekki að búið þennan hlutafund, Nei, ég að spyrja. Ég að segja að það búið að búið þennan hlutafund með þessum látum,
Ég held að ég meina með ætti ekki ríkið bara að nota síðast atkvæði. Það er aldrei notað. Ríkið? Eftir að ríkið seldi sinn hlut í Íslandsbanka virðist núna eiga ríða á vaðið eins og allt sem gerðist fyrir hrun sé löngu gleymt og að menn hafi ekkert læst. Þetta er Bolli Héðinsson, nýkjörum bankaráðsmaður í Seðlabankanum sem skrifar þetta. Þetta er sem sagt að eiga samþykki þetta af því að ríkið er hætt að greiða atkvæði. Já, það er alltaf hægt á því að þetta byrja aftur. Þetta er alltaf stórkostlegu skaði að vera að veita bankafólki bónusa. Já. Það er bara leiðir til glæframennsku og það er bara hægt að það er bara sólið rök fyrir því að þetta bara eigi ekki að vera svona. Það sé nú ekkit auðvelt fyrir flokk fólksins að verja þetta. Þau eru búin að selja, sko. Þau er ekkert í... Þau hafa ekkert að segja. Nei, en sem sagt, sko... Verið þetta enginn í pólitíkinni, það er algjör tvíp sem fer að verja þetta. En fyrir ekki, að spyrja, erum við ekki inn í þættinum Sinni Egils? Jú. Erum við gestirnir, sko, í svonum Egils? Já, en þið... Þess að taka stjórnina? Nei, alls ekki, sko. Við getum að sætaskipti. Nei, þú mátt alveg samt, þú ert ekkert endilega að tala um það sem ég er að tala um. Nei, ég verð alls ekki sitta neitt á dagskrá, sko. Ég var bara spökulegur, sko, hvort það væri, hvort að við verðum nokkuð að halda sætunum fyrir það væri aðri gestir. Nei. Varstu komin út í hver er ég, hvers vegna er ég? Já, þið eru auðfúsu gestir. Það er ég að gera í þessu stúdíu. Er ég gestur hér? Eða stjórna ég einhverju? Já, við vorum að tala um vökulögin frammi, sko. Já. Þarna, sko, fólk sem tekur langar vaktir og sefur stutt og svona, svo þá einu sinni var ég svo þá ætlaði ég ætla að segja réttu mér stálið til að stála hnífið minn og sagði réttu mér straujárnið og við hlógum og við höfum ekki gert það í langar tíma við vorum bara að vera engin vörn sko. Söfgalsi. Við vorum eins og í steinbít sko, stóðum upp í klofi í steinbít sko og bara settust niður bara skellilegandi. Þannig að þreytt fólk getur sagt það sem er. Já, það bara út af því sko. Mér fannst eins og við ætlum bara að tala um maraþonið og kannski, en maður þarf svona eins og aðeins að hrista hausina allar reyna að segja eitthvað að viti sko, að því að þið eru alltaf eins og svona málefnalega gesti að við eigum þá líka vera. Já, þú varst þið hérna áðan með fína reynslubólta. Já, aldeilis. Já, stórkostlega menn. Það alveg brakaði í heilanum á mér að sko bara, það var stórt samingi og spennandi sko. Og hérna vetradagskrár hérna samstöðin alveg teiknaðist upp fannst mér. Og sumarfríði sko, því að ég var svona að leggja til að allir væri að teikna upp svona einhverja pólitíska ása sumarfríðinu. Voru þeir mennindir sem voru viðtalið með heimaverkefni? Já. Þeir eru pennan á morgun eða ég bara kannski sjálf mér var þetta mjög pennaveski og skólaflöku ég allavega bara sá fyrir mér svona nokkra ása sem væri gaman, það væri gaman að þið líka myndi gera þetta svona pólitíska ása út frá ásónum sem að Ólafur Haraldsson var að kynna sko og maður væri svona eins og í samræði við þá ása þetta ekki spennandi sumarverkefni eða Við Ólafur tölum, hann tala náttúrulega hældi dagskrám sem búin að vera hérna, svo tölum við líka um leikinn í kvöld sem er KRFA, við erum hérna með sikkur liðinu og hann sagði mér að F-fangar er búin að búið til auglýsingu þar sem Friðrik Dór tekur eina torfu af vellinum í Kaplakrika í Hafnarfirði og fer með hann inn í Laugardal og Gervigrasi þar sem að leikurinn fer fram af því að F-fangar vinna alltaf á grasi en tapa alltaf á Gervigrasi og þetta er svona einhverju húmóri á þeim og en ábyggilega gaman fyrir þá. En mér finnst mjög fallegt hvernig KR-ingar er alltaf að mæra árangur þjálfarans nýja sem tapar öllum leikjum. Því stærra sem hann tapar því betri er hann. Já, sko, þeir finnst fótboltinn svo fallegur og í hver skipti sem við fá 0 stig og hitt liðið skora 5 mörk þá er þetta samt alveg frábært að þetta er svo fallegu fótbolti. Það eru 6 mörk, ekki draga úr þessu. Nei, það er sko, sáleikur var ákveðlega rosa mistök, sko. En myndi það að leikin áður að þá voru þeir rændir helviti miklu á móti Víkingi, sko, þegar varnarmaður viljandi með handónum og fær bara guldspjald og skora svo rétt eftir. Já, þetta er rán, sko. Við gleymum þess ekki. Þetta er heill þáttur. Já, ég oft reyndið að vera með íþróttaþátt sem heitir Bekkurinn. Það getur verið áhaldabekkurinn eða varamannabekkurinn. Viljum spila á þetta? Spennan utan hvort heldur með FH eða KR? KR.
Mér finnst þú eigir að koma með eitthvað svona, einhvern þáttum eitthvað sem við erum aldrei að sjá, sem eru lætin á millileikja og átökin. Já, það getur verið gaman. Nei, ég er ekki þannig típa. Nei, kannski ekki. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hann er alveg vill koma til mín ef að ég byrja með íþrótt margt að ræða. Aldrei þið hlusti ekki á það sjálfur? Jú, 100%. Er kúka í fréttunum? Nei, þingið er á fullu, Smári, það er ekkert að gera þingið. Ekki í dag? Í dag? Nei. Hvað vitum við um það? Maður var ánægð með gönguna í Ungverjalandi í gær. Já, hættu. Já, því. Magna að sjá myndina. Það var mér var stæla að vera frétt helgarinnar. Hvað gískur að vera margir? Ég hef ekki heyrt töluna. En þetta spilast öðruvísi fyrir Orban. Það er milljón manns. Já, bara sýnir mann að það er ennþá hellingsvon, sko. Já, kjarka fólk til. Já, kjarka fólk. Íslendingar áttu fullur að það. Það þýðir ekkert að henda voninni. Íslenski fáninn var að Býtu var þetta kröfuganga? Það var svona gay-pride. Já. Ungverjaland þess að bannaði. Lögum, sko. Já, ég skrifa undir Amnesty International, Svo varum við myndavélar sem greina andlit, sko, til að reyna að fiska út sem voru þarna og þeirra býðu 70.000 krónar sekt. Og bannaði var í gay-pride í Ungverjalandi. Þetta er dæmi að það sé að vakna upp einhver andstaða við vaxandi fasisma og Trump. Já. Við höfum verið að búa til kenningum að Trump muni vera bakslag í fasismann. Það sem að fólk var svona að horfa fram á að hægri myndi taka yfir bara stjórnmálinn hægt og bítandi, umræðu vettvanginn og allt þetta. Að tilvera Trump valdi því að þeir sem kjósa ekki að fara þá leið að rúki til Ungverjalands og mótmæli. En þið var líka, ég heyrði í vikuskammtinum hjá þér, mjög áhugaverð umræðu var ekki nýr borgarstjóri í New York? Jú, nei, hann er ekki borgarstjóri. Hann er hann vann prófkjör demokrata. Já. Heitir Zoran Mamdani, 33 ára gamall, múslimi, indverskum ættum í gegnum Uganda. Einhverju leyti, sko. En mammas er kvikmyndagerðarkona. Og er hann ekki lengra til vinstri en gengur að gerist í þessum geira? Hann væri kannski, hann væri bara rópaður út af borðinu á Íslandi. Hann vil að borgin reki maturverslanir til þess að búa til nýtt verðviðmið og styrkja samkeppni. Þess að eins og við sitjum uppi með einhverja 3 keðjur sem að okra okkur. Það var einhver í gær sem að talaði það okkur við myndum ekki allan að opna svona ráðvöruverslun, samvinnu, svona kaupfélag. Manstu hver það var sem rætti það? Nei, það var bara í umræðinu. Ég með eins og þú, ég man ekki neitt. Þú er svo mikið. Nei, kannski verið Þröstur Ólafsson, hann var nú Þröstur Ólafsson. Nei, já, ég veit það, nei, þetta var ekki ær. Ég skal muna eitthvað tíma. Þórdís var að tala hún er með, hvað heitir það, feldfé? Já, innmitt. Sem er hvað? Sem er fé með svona ekstra ull. Þú mátti sem þetta áttu við rollu en ekki Ég var að vanda mig svo mikið að segja ekki rollu. En það að almannavaldið eða samvinnufélög reki verslanir er ekki, það bara þótti bara sjálfsögt viðbrögð á síðustu öld og við erum að verjast okrinu. Það fyrir bara núna til Akureyrar í því samhengi. Núna þykir það orðið alveg rosalega djörf hugmynd og látið alltaf eins og samvinnufélög, það var reynt en það bara virkaði ekki. Og það er náttúrulega verið alltaf að segja þetta sósíalismann. Já, hann var reyndur þarna í einhvers staðar Norður-Kóreu, það bara virkaði ekki. Þess vegna við keyrum bara á kapítalismann. Og eitthvað svona hugmyndir það sem er eiginlega. Og það sem ég hlustaði svolítið, hafði ekki tekið eftir honum. Ég hafði bara tekið eftir honum, hann gerði eitthvað svona bandalag við annan frambjóðanda, þar sem þeir voru í svona hálfgerðu kosningabandalagi, svolítið sérstætt. Þá var ég eitthvað aðeins að lesa hann og hlusta á hann. En svo hef ég ekki hlusta á hann nema eftir að hann vann. Og þá var náttúrulega svolítið svona spirit í honum. En hann eiginlega, þetta hljómar er svo frelsisbarátta almennings að endurheimta borgina. Borgin er eiginlega bara fyrir hinna ríku og auðugu eins og margar þessar borgir eru, þannig að þau bara kaupa upp allt besta landið
eru þar allt svona í kringum að það er alltaf verið að reyna að narra auðkýfingarna til borgarna með því að lofa þeim skattaafslætti og ef einhver vil byggja eins og Trump, hvað heldur hann að fengi mikinn afslátt á alls konar dóti þegar hann er að byggja þessar byggingar sínar. Og það er bara hugmyndin við viljum bara hafa þannig að sé hægt að búa hérna. Það verður að lækka matvöruverðið, það verður að lækka húsnæðisverðið, það er að vera svona eitthvað svona öryggi og við vinnum bara allt og mikið og við erum að geta átt bara gott líf. Við bara, ég mæti í vinnu og ég sinni mér stöðum bara ágætlega þar og við erum hérna með einhverja fjölskyldu og okkur með við ekki bara eiga gott líf. Okkur við að vera að þjóna einhverjum hérna Jeff Bezos og einhverju svona liði. Hvaða rugl er þetta? Þetta hefur bara verið kallað stimpla sem öfgar hingað til. Þannig er hann að svona gera þetta bara að Já. Og þá er það spurningin sko að þetta verði svona vakning, þetta verði fólk að einhvern veginn að vakna við það, þú ert ekki hérna verbúð Samherja sko, bara hristaði Samherja. Ég man það fyrir einhverju síðan að þá, og ég held að það verið viðskiptaráð sem reiknar alltaf skattadaginn, veitu hvað það er? Það sem er eitthvað svona reiknað út hvað af launum hérna almenningsfer í skatta og svo er það haldið upp á það einhvern tímann í byrjun maí og þá þú að vera búin að borga ríkinu en ef þú tækir sko auðvaldið þar sem að þau taka í sko arð til sín og hagnað og arðránið frá laununum okkar að þá ættu við að halda upp á sko auðvaldsdaginn hérna 17. júní því þá erum við búin að borga auðvaldinu alveg allag dagana, þá erum við búin að vera að þræla fyrir auðvaldið. Núna fyrst getur farið að hérna stjúkum frjálstöðus. Þetta eru ójafnvægi í samfélaginu. Ekki það ríkið taki eitthvað til þess að reka hérna heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Ég kannast ekki við neitt sem er að væli við því. Það var alls konar fegur fólkin í því þegar samfélagi fyrir norðan, KEA, átti flest fyrirtæki á Akureyri. Ég tók viðtöl einhvern tíma sem blaðamaður við fólk sem að manna þessa tíma mjög vel og þar með bent til dæmis á það að KEA hafði í rauninni þá skildu að allir hefðu atvinnu. Og ef einhver gerði ekkert gagn í atvinnunni þá var hann samt ráðinn. Þannig að sko KEA sem við höfum oft svona talað niður þessa samvinnu hugsjón og samvinnu félag og allt það, en þeir voru þarna líka sko í hlutverki ríkisins með í rauninni félagslega aðstoð og skyldur og atvinnuleysistryggingasjóður þurfti ekkert að borga af því að KEA bara sá það hlutverk KEA, þeir voru svo stórir og ráðandi að var hlutverk þeirra að allir hefðu vinnu. Og það er alls konar svona mál sem að... Þetta er náttúrulega bara skilningurinn á hvað ríkið vald er bara, þú veist, það er náttúrulega, við erum alltaf að tala um ríkið eða ekki ríkið, en þurfum kannski bara að byrja á líka að tala um hvernig erum við þá að skilgreina ríkið og ég rætti það einmitt við karlföður minn þetta með sko eftir unnið á ríkisútvarpinu sko það er ekkert alveg sjálfsagt hvernig við skilgreinum það bara ríkisútvarp hvort það er þjóðarútvarp, almannaútvarp sko, þannig að mér finnst eitt af því sem við verðum líka að þegar við erum að teikna þessa ása þetta í sumarfríinu sko, þá þurfum við að skilgreina hvern ás þegar við erum með einkaframtakið og ríkisvald hvort það er, í hvaða skilningi það er það ekki? Það er að verða æ meira svona ríkisstjórnarútvarpið, finnst mér. Já, það er svolítið mitt annað. Mér finnst skammalegt að vera með ráðherra svona inn í settinu, þetta segja fréttinnar og svo já, en þú ráðherra, hvað segir þú? Mér finnst það skammalegt. Ég sérstaklega þegar fréttinnar eru á svona miklu leyti fengnar af vef stjórnarráðsins sko, og hérna úr tölvupóstfanginu sko, fréttatilkynningu. Það er mjög mikil nálægð við valdið hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins mjög mikil nálægð. Pælið þessu, þú ert að segja fréttir, hérna, það var ekki ákvörðun að gera þetta eitthvað svona en kannski bara best að hérna, valdið segja þetta bara sjálft og vilt þú ekki segja fréttir þetta? Mér finnst þetta bara, hvaða rugl er þetta? Mér finnst þetta og ég er nú oft vitnað það en kannski fólk voru þreytt á að hlusta en Adam Curtis, hann var einmitt að tala þetta og þessi lýðræðisbylting sem að pappin var hluti af og Adam Curtis og hans kynslóð í BBC sem var það þegar Ríkisútvarpið var búið til á BBC í Bretlandi að þá hugsaði fólki að hvað er það eiginlega? Það hlýtur að vera málpípa þeirra stjórnvalda sem almenningur velur hverju sinni. Svo þegar við komum inn í 68-byltinguna þá verður svona þessi innri lýðræðisbylting að valdið er ekki alveg svona eitt sko, þannig að við verum að láta fleiri raddir heyra og við verum að færa sjónarhornið til almennings, þetta er almanna útvarp og við verum að segja fréttir og lýsa samfélaginu og sjónarhorn almennings í augnað almennings en ekki að ofan frá ríkinu. Í einhver leyti hefur þessi
bylting sem að náttúrulega voru þeir fjölmiðlar sem að vikingum inn í þegar við vorum að byrja. Það var þetta hugsjónin, sko. En einhver leyti hefur þetta gengið tilbaka, sko. Þannig það eitthvað svona menningarleg hrörnun í okkar heimslutar. Það var líka það sem ég var að tala við strákana áðan hann í rétt á undan, að það sko að Ólafur Þ. Harðarson sannfærandi og ég var ekki að gagnrýna en hann kemur fram með ás og kynnir hann og raunverulega svolítið sprengir upp sko samræðu pólitík og setur eiginlega mér fannst eiginlega svona þrívít í þá pælingarnar sem sagt að vinstri hægri, hann með annan ás þarna bara mjög mikilvæg og nú var að nefna að það væri fleiri ásar og svoleiðis. En að því að kannski hann kynnir það svolítið inn í svona umræðu sem að við erum orðið svolítið, við erum orðið svo óvirk að við erum farin að líta á það og hann var að segja það sko, við erum farin að líta á það sem og þeir líta á sem einhvers konar lögmál sem hann að kynna en ekki tæki til samræðu sem að við eigum að okkur til upplýstingar og til samræðu þannig að þú ert að tala það er að tala að koma ofan þú veist að þá er umræðilega fréttastofan og Kastljós þá einhvern veginn eitthvað sem gefur okkur upplýsingarnar en ekki gefur okkur tæki til þess að meira en að gefa upplýsingar það var náttúrulega sko eiginlega brjálæðislegt í COVID að þá leit fréttastofan á það sem hlutverk sitt að hemja almenning og svona skammta honum upplýsingar í svona og það mátti eiginlega ekki verða of mikill órói því það samt voru þessi blaðamannafundir alltaf í beinni útsendingu sko það sem þríeki kom sko. Það bara þríeki kemur og messar já en þau gá alltaf færi á spurningum Jú, en tölu ekki bara, heldur þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Það var samræða. Já, þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Björn Ingi bara, viljinn bara rauk upp úr öllu. Björn Ingi á Viljónum. Hann var duglegur, hann viljugur að spyrja. Hann stóð sér vel. Vilji Ríkisútvarpsins var að koma skilabóðum og þríekið náttúrulega stjórnvald. Það var næstu í sko fyrir ofan Ríkisútvarpsins. Það var mesta stjórnvald sem við haft á Íslandi. En hafði þó sko spyrla fyrir fram að sig. Jú, en þetta var fólk sem hafði völd, sem eru meiri völd heldur en við móttum haft á Íslandi. Og þau heldu bara blaðamannafund, það mátti spyrja bara Björn Ingi spurði einn á hverjum einasta degi við að koma einhverju sjónarmiðum í gegn. Fréttastofan kom fram og taldi að vera sitt hlutverk að koma þessum sjónarmiðum í gegn. Þannig að við vorum allt í einu mætt á móti bara svona mjög valdamiklu valdi og fréttastofu sem taldi að vera sitt hlutverk að koma því og hemja almenning. Þannig er kannski fréttastofan að ríkisbatteri notað á neyðartímum eins og bara ef það er neyðarástand að þegar að fólk á að yfirgefa heimili sín vegna náttúruhamfara, þetta eru almannavarnir þarna og það eru mörguldi skiljalegt einhvern veginn finnst mér en svo kannski villóðsbrana við ekki að svona neyðarástand bara framlengist og við gleymum að íta á Það er kannski neyðarástand í 4 daga Þegar er eldsumbrota tölvu Magnús Tuma Já, þetta var í 2 ár og það var ekki neyðarástand alla daga sko. En ertu þá að meina Smári að það þurfa að velja annarkvort eða hvort að ríkismiðlinn ætlar að vera bara þessi framlenging, upplýsingaveita, almannavarnir, allt þetta en þá kannski Mér finnst að fjölmiðlinn eigi að taka sjálfstætt mat að meta það sem er sagt tína til fleiri sjónarmið og það er bara þeirra hlutverk að þannig að við mætum sem hlustendur og við erum svo sem að gera þetta leik okkur á því við samstöðuna ef að þessi lýsing mín á RÚV er rétt þá mætir RÚV hann og allast þess að hlustendur komi og taki skilabóðunum á sannleikunum við mætum og segjum hér er vandamálið og vonumst til þess að hlustandi taki þátt í okkur að greina það, reyna að skilja það og þann sé virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi það er ekki virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi sem að fær bara skilabóðum frá ríkisfjölmiðlum ríkisstefnuna Nei, það er bara við erum komin bara, hvað er þetta? Þetta er eitthvað svona mjúkur fasismi eða eitthvað? Það minnir mig á skilabóð margra viðmælenda minna á meðan þessu maraþóni hefur staðið að allt frá fyrstu viðmælendum til hinna síðustu hafa margir minna viðmælenda í lokaorðum beðið okkur að gæta þess að véfengja, spyrja róttækra spurninga, vera gagnrýnin fljóta ekki með að sérstaða okkar og ábyrgð okkar felist í því að vera aldrei hluti af einhverjum autopilot ströymi heldur alltaf að spyrja og er það ekki bara veganestið okkar? Mér finnst þetta að vera svo mikilvægt að horfa á að hlustandinn og áhorfandinn
hann sé þáttangandi í því að taka afstöðu til mála. Það er ekki allast þess að hann er bara einhverju sérfræðingar eða valdið eða eitthvað sem að finna lausningar og hann svo að velja hvort hann alltaf fara í ESB eða ekki. Hann má bara taka þátt í því að skilja ESB og hvað það getur og við þolum líka hlutinni séu svolítið svona mörk í stundum og það sé ekki alltaf svona einfalt því það er í pólitíkinni allir að segja okkur að það er bara þessi lausn og allt annað er bara landráð og eitthvað svona eins og við erum í Bandaríkjunum. Nei, þess vegna sko við erum að segja á COVID-tímunum þá hafði ég sem persóna enga möguleika til að efast réttmæti þess sem að þríeiki var að gera. Ég bara hafði engin spil og hendi til að spila mótið. Ég bara byrjaði strax og segja byrju, þú varst að segja mér áðan að ef ég fengi bóluefnið þá yrði ég ekki veikur. En núna ert að segja mér að ég taki bóluefnið en ég verði veikur en ég verði bara minna veikur. En núna ert að segja mér að ég verði kannski ekki minna veikur, ég get orðið bara mikið veikur en samt að taka fleiri sprautur. Ég var bara að hugsa svona, ég var að hugsa, af hverju þessi umræði ekki í gangi? Nei, það var náttúrulega, lyfin sem voru notuð, þau höfðu ekkert verið prófuð jafn mikið og venjulega gert vegna neyðarástand sem var í heiminn. En þá er það bara þannig að við erum hérna með svona sem ekki testað og ætlum að gera það og þá er eðlilegt að segja en hins vegar það var alltaf sagt. Þetta er svo við segjum bara Hafrannsóknastofnun. Hún kemur og segir, heyrðu, við verðum að hafa hérna kvóta og vegna þess að við ætlum að byggja hægt og bítandi upp stofninn í sjónum þannig að hann verði ekki 200.000 tonn, heldur 500.000 tonn. Þetta mun taka okkur kannski svona 7-8 ár. Svo líða 7-8 ár og byrja það ennþá 200.000 tonn. Og svo líða sko 17 ár, svo líða 27 ár. Og má ég ekki segja, herðu, halló, þið eru alltaf að segja eitthvað og það stenst ekkert að þessu sem þið segið. Nei, það er bara samkomulaginn á þingi í stjórnmálunum í öllum fjölmjölum að megi ekki gagnrýni Hafrannssonar veiðiráðgjöfina vegna þess að þá erum við á móti vísindunum. Nei, já. Víst er þetta svona. Já, það er heldur. En þú fegst mikið hrós einmitt frá hérna sem þú varst að vísa í, sko. Ég heyrði einhver tala um að hvernig þú hefði tekið viðtal við fréttastjóra RÚV og þú hefði það var einhvern veginn svo góð lýsing að þú hefði einhvern veginn gert það af ákveðinni svona leyft honum að koma fram svona... Ég held sko, það er einmitt svona leið sem að ég hef verið að temja mér svona síðustu ára, því að ég var einu sinni, þá var ég rosalega mikið svona reið og fylgdi mér svona fast í ákveði lið og hlustaði ekki á mótherja mína og ég fyrir vikið þá einhvern veginn svona gengur ekki neitt og allir eru leiðir og það vill enginn vera vinur mannesku sem er alltaf reið og brjálu. Var það svona? Nei, ég er aðeins ekki, ég er aðeins að dramatísera þetta. Kill them with kindness. En það sem mér hefur, sko, ég hef lært á þessu, er að hlusta og líka, sko, mér langar alltaf svo að skilja. Og sérstaklega fólk sem ég er mjög ósammála og mér þykir kannski bara vera að segja tómavitleysu þá legg ég mig alveg ekstra fram við að svona það var einhver að lýsa þessari aðferð að þú hefur eiginlega bara verið kurteis sko en spurt alltaf ítrekað aftur og aftur að því sem var svona skrítið og bara spurt á aftur og aftur og aftur sem náttúrulega mitt gefur hlustundu þá eiginlega verður svolítið leikrit þar sem maður heyrir þá svarið í tóldi nýju ljósi. En ég held að þetta hafi líka með það að gera að vera á einhvers konar rófi og þurfa að fá svolítið svona beinar upplýsingar til þess að skilja hlutina og mér finnst mjög erfitt að fá svona flækir. Áður fyrir núna ég þetta þannig að þá sagði er þetta svarið þitt? Já, alveg ákveðin í því. Þú það. En það sko, ég vissi að var svona á hálum ís með þetta. En heyrðu, við verðum að fara ég þakka ykkur fyrir Sömuleiðis takk. Björn, Oddný og Marja Lilja. Það er reyndar eitt sem að þið með ekki fara vegna þess að þegar við erum búið með þáttinn þá kemur hann í lokin Brynjar Karl, körfuboltaþjálfari. Allar með sigur hann ætlar að, vorum ekki beðar öskra hann ætlar að taka hálfleiksræðu hann ætlar að leikgreina leikmenn samstöðurinnar við þurfum að finna svitaböndum smá peppir því svo höldum við áfram með dagskrá svo heldur áfram Grummi kemur svo við erum að fara að hleypa nýjum gestum ég var að segja fólkinu sem er að horfa og hlusta á okkur hvenar marathonútsendingu samstöðurinnar líkur cirka í dag ertu ekki með Grummi er búinn og það er klukkan hvað? Grummi Björgvinsson kemur síðast 7 eða 70
2 tíma. 36 tíma. Ok, herðu smá pása, svo koma nýju gestir. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.